Og þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að fjalla þessum handverk. Til mín í sófann komin Jóhanna Erla Pálmadóttir. Hún keyrði alla leið frá Blönduósi. Þar hún situr við sauðburð, ekki satt? Jú, svona, já. Með öðru? Með öðru. Báru einhverjar í nótt? Það báru 2. Já, og gekk vel? Já, það gekk vel. Þú ert í ýmsu öðru að snúast en sauðburðinum. Þú ert með textílsetrið á Blönduósi. Já, ég framkvæmdastjóri þess. Já, og þið rekið listasafnið? Nei, listamiðstöð. Já. Textillistamiðstöð, þar sem eingöngu textillistamenn koma. Já, og svo núna einn viðburður að nálgast. Já. Prjónagleði. Já. Segðu okkur aðeins frá því. Prjónagleði hugmyndinni, hún nokkuð gömul en svo tókum við hana til handagags fyrir nokkrum mánuðum síðan og erum að gera þetta í 3. skipti núna. Erum enn að læra og hún gengur út á það að safna saman reyndum prjónurum, óreyndum og bara yfir höfuð öllum sem áhuga hafa á þessu íslenska handverki sem prjón er. Jafnvel þeim sem myndu vilja læra bara prjóna. Já. Og það boðið upp á yfir 20 námskeið. Já. Og hefur verið undanfarin 2 ár rosalega mikið stemming. Það sölusvæði líka þar sem við veljum inn söluaðila. Já. Rosalega flottir aðilar sem verður hjá okkur núna. Að selja garn þá væntanlega? Allt sem tengist prjóni. Það verður að tengjast prjóni til þess að fá inngöngu. Já. Þannig að það getur verið garn, það getur verið tölur eða flíkur eða hvað eina sem og við erum aðeins að taka tvist inn í hekli líka því það svo nátengt líka. Já. Þetta fer fram á textílsetrinu? Þetta fer fram semst á Blönduósi helgin 8. til 10. júní, núna eftir viku. Já. Og námskeiðin fara öll fram í Kvennaskólanum á Blönduósi. Nú fara rifja upp gamlar takta þar. Kvennaskóla þetta? Já, vera með kennsluna þar. Námskeiðin verða þar. Já. En sölusvæðið verður í félagsheimilinu. Já. Og þarf fólk að skrá sig á námskeiðin fyrirfram? Já. Og orðið fullt á öll námskeiðin? Nei, það er það ekki. Og skráningu líku hvenær? Og já, enn nú eiginlega lokið sko, en ef að fólk... Ef einhver að vakna núna og bara... Já, það bara hefur það samband. Ok. Endilega. Og hvað sagðirðu mörg námskeið? Það eru yfir 20. Yfir 20 námskeið? Og við erum leggjum mikinn metnað í að fá flotta kennara. Já. Við erum með 2 erlenda kennara og eitt frá Hjaltlandseyjum og eina frá Danmörku. Og svo Helga Jóna okkar sem býr í Danmörku sem rækt nálina í mörg ár, hún kemur. Og þannig að það metnaður okkur að vera svona með háan standard á kennaranum. Og til dæmis, Klára þú. Hún hjaltneska Hazel Tindall, hún var Hjaltlands-Eyjameistari í hraðprjóni 2004. Er keppt í því? Það keppt í því og við höfum ekki tærnar þar sem við sjáum ekki hælun á þeim í prjónaskap á Hjaltlandseyjum af því að það er bara alveg ótrúlega stórkostlegt að sjá. Er einhver önnur aðferð? Já. Prjónaaðferðin er öðruvísi. Já, aðeins. Er hún að fara að kenna hana kannski? Hún kennir hana, sýnir hana náttúrulega sko, þannig að fólk fær að sjá það. Já, þannig að við getum kannski náð upp smá snerpu ef við lærum þessa aðferð. Já. En getur þú nefnt einhver fleiri dæmi námskeið í prjóni? Maður kannski hélt að prjón væri bara prjóni, það er nú alls ekki svo. Nei. Það er bæði tæknilegs eðlis, kaðlaprjón, allskyns afhellingar og allt mögulegt sem boðir upp á. Mjög spennandi líka það sem verið frágangur, gera svona fínlega atriði sem að kannski punta upp á, skipta kannski ekki öllu máli ef manni finnst en punta, setja svona punktin yfir í. En svo algjör nýjung sem aldrei verið gert á, það sundprjón. Sundprjón? Já. Þú verður að segja frá. Og fólk hefur verið svona hugsið mikið yfir því, þannig að við bara leigjum lögin á Blönduósi og Helga Jóna, hún mun kenna þarna einhverja aðferð sem verður eitthvað surprise. Þetta er frábært. Ég sé bara fyrir mér allar hnyklana fljótandi þarna úti og allt fyrir flækju. En það tekið skal fram að það er ekki heppilegt að taka bambusprjóna með sér. Það verður að vera... Þeir leysast bara upp eða hvað. Þrútna út. Stamil. Já. Og Hanni Pjerstad sem kemur frá Danmörku, hún líka hefur gríðarlega langa reynslu. Þegar ég lærði í Danmörku þá var hún praktikkennari minn. Þegar hún mjög fullorðin og hefur alveg óendanlega mikla reynslu. Hvað ætlar hún að kenna? Hún ætlar að kenna til dæmis þessa fínlegu fráganga og annað slíkt. Þannig og tvílitt klukkuprjón til dæmis og allt mögulegt. Og hún verður með kaðlaprjóni, hún Auður Björt og svo má lengi telja. En hvað með svona kynjahlutfall? Er þetta aðalega konur eða eru kallar að slæðast þetta með? Ekki hef ég nú orðið verið við það.
Bara konur. Bara konur, en þeir eru hjartalega velkomnir. Já. En fólk sem vil bara kíkja og upplifa stemminguna og horfa, má það? Já. Það sko ekki inn á námskeiðunum, það er það þarf að vera einbeiting og bara loka. Þetta eru ekki nema 3 tímar sem eru fljótir að líða þegar fólk er einbeitt og þarf að læra, en að sjálfsögða Svöluguðssýningun og svo er setning á föstudagskvöldinu, rúmlega klukkan 5 og þar kemur atvinnu- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir og setur hátíðina. Og þar verður Kristín Linda Jónsdóttir sálfræðingur með fyrirlestur af hverju við erum að prjóna, hvaða gleði, hvaða er þess að veitir þessa gleði sem allir tala um. Og síðan verður hátíðakvöld á laugardagskvöldinu og þar verður frú Elísa Ræs sem kemur og afhendur verðlaun. Það er nefnilega í gangi prjónasamkeppni fullveldispeysuna. Já, nú þurfum við aðeins að heyra það, fullveldispeysuna. Er það þá í tilefni afmælisins? Já, við erum semst með í afmælisdagskrá vegna 100 ára fullveldisins og það gengur út á það af okkar hálfu að vera með samkeppni fullveldispeysu og fólk hefur sendt inn þó nokkuð margar peysur. Já, uppskriftir að nýjum munstrum þá. Og prjónaflíkur hafa það líka gert. Og síðan, það er einn þáttur og hinn þátturinn var það að við fórum inn í skólana, grunnskólana á svæðinu, Skagastund, Húnavelli og Blönduós, þar sem að við kynntum prjón, hvað það hefur stór þáttur í menningu okkar þjóðar. Og fengum krakkarna til þess að prjóna og þeim var úthlutað álafosslópa í fánalitunum og þau eru búin að prjóna svona cirka þetta stærða bútum. Allir, ungir sem gamlir og allir sem sátu við á öllum þessum skólum og þau mun setja saman þetta í hver sinn skóli, setja saman í teppi sem hengt verður upp á prjónagleðinni og síðan fengum við framhald af því, fengum við ósk frá Leifsstöð að skreita súlur í Leifsstöð sem að þetta verður síðan nýtt til þess að skreita þar. Já, en skemmtilegt. Þetta er frábært hvað þessi fullveldisafmæli tegir anga sína út allt og víða. Og það kemur líka út af því að samfélagið á Blönduósi hefur tekið svo vel þátt í öllu þessu textilbrasi okkar í Kvennaskólanum. Textílinn er bara búin að koma Blönduós á kortinu. Nú tengir bara fólk textíl við Blönduós. Já, og við erum að reyna að koma því inn í huga fólks að þetta er textílbærinn Blönduós. Nú er tíminn að hlaupa frá okkur. Við verðum að tala þetta hérna dásamlega listaverk áður en við hættum. Segðu okkur aðeins fyrir þetta. Hún var að koma í gær til okkar, hún Kathleen Fawn, hún sem sagt var listamaður hjá okkur dvaldi 1 mánuð 2016 og hún var svo heillu, hún er prófessor í Concordia háskóla í Kanada og hún er að koma með 13 nemendur sína núna og þetta gerur hún, þetta er sem sagt kort af Blönduósi. Þetta er kort af Blönduósi. Og gönguleiðirnar hennar og þetta eru sem sagt ógengnar leiðir. Spottarnir lausu. Já. Verkið er tilbúið og það er með svona ullarblúnd einhverju þarna niður. Já, og það eiga hanga steinar í því en hún treystir mér ekki fyrir steinunum. Og fer þetta svo upp á vegg í textilsetrinu? Nei, þetta er í engaeigu og þetta verður á prjónagleðin til síðis og vonandi hana langar til þess að þetta verði keypt á Blönduósbæ. Já, það hlýtur nú einhver að geta tekið upp veskið þar. Maður veit ekki. En þetta er mjög flott og hún gerir þetta þar sem á þeim stöðu sem hún dvelur. Sniðugt. Jóhanna, tíminn að hlaupa frá okkur. Kærar þakkir fyrir komuna og gangi ykkur vel á prjónagleðinni og með textílinn á Blönduósi. Verið velkomin á prjónagleði. Takk.